Góðir gestir, athöfnin hefst eftir 10 mínútur. Dear guests, the graduation ceremony starts in 10 minutes. Góðir gestir, athöfnin hefst eftir 5 mínútur. Vinsamlegast fáið ykkur sæti. Dear guests,
The graduation ceremony starts in 5 minutes. Please take a seat. Góðu gestir, athöfnin það bil að hefjast. Vinsalegast fáðu ykkur sæti í salnum og munið að slökkva á farsímum. Dear guests, the graduation ceremony is about to start. Please take a seat in the sports hall and remember to turn off your mobile phones.
Rektor, fyrrverandi rektorar, forsetar fræðasviða, deildaforsetar, ágætu kandidatar, góðir gestir nær og fjær. Verið öll hjartanlega velkomin og gleðilega hátíð. Ég heiti Sólveig Ása Árnadóttir og er prófessor við námsbraut í sjúkraþjálfun sem er hluti af læknadeild á heilbrigðisvísindasviði. Mér er það heiður og ánægja að fá að vera með ykkur á þessum stóra degi og kynna dagskrá hátíðarinnar sem nú fer í hönd. Áður en lengra er haldið bið ég ykkur öll að slökkva á hljóðinu í farsímunum svo þau trufla ekki athöfnina. And now in English. Before we continue, I would ask you to silence your mobile phones so they do not disturb the ceremony. However, now we are going to put those phones to good use. In the program booklet, you'll find a QR code that links to English translations of all the texts used during the ceremony. Megin viðfangsefni mitt í sjúkraþjálfun, í kennslu og rannsóknum,
tengist faginu sjálfu, sjúkraþjálfun og öldrunarfræðum. Þar sem ég sjúkraþjálfari leitar fólk oft til mín eftir ráðum vegna ýmissa líkamlegra einkenna. En reglulega lendi ég í því að það sama fólk forðar sér eða hættir að spurja þegar það uppgötar að sérsvið mitt öldrunarsjúkraþjálfun. Nú hef ég ykkur hins vegar hér fyrir framan mig og þið getið illa flúið, ekki frekar en við flýjum öldrunina góðu. Og já, ég sé að þið viljið heyra meira, því hver vill ekki lifa lengi og þá sérstaklega lifa vel. Hér gefst mér því kærkomið tækifæri til að gauka að ykkur þeim ánægjulegu upplýsingum að menntun öflugur áhrifaþáttur þegar kemur að því að eldast farsællega. Hafið það í huga þegar þið fáið prófskírteinið í hendurnar. Þið getið svo sannarlega verið stolt af þessum áfanga en ekki síður af því sem þið hafið þjálfað í náminu. Gagnrýna hugsun, forvitni, seiglu, samvinnu og hæfileikann til að læra nýja hluti. Ég óska þess að þið gleðjist og njótið dagsins í dag, hvílist á morgun og haldið síðan áfram að læra og þroskast, bæði á ykkar fræðasviði og í lífinu öllu og að menntunin reynist gott veganesti fyrir ferðalagið þau æviskeið sem bíða ykkar. En snúum okkur þá að dagskránni. Brauðskráningunni hér í dag skipt í 2 athafnir. Nú fyrir hádegi brauðskrást kandidatar í grunn- og framhaldsnámi frá deildum félagsvísindasviðs, heilbrigðisvísindasviðs og hugvísindasviðs. En síðdegis verður brauðskráð frá deildum menntavísindasviðs og verkfræði- og náttúruvísindasviðs. Fyrir þau sem ekki eiga kost að vera með okkur hér í dag boðið upp á beint streymi og hlekkurinn á streymið auglýstur á heimasíðu Háskóla Íslands. Að athöfn lokinni verður upptaka viðburðinum einnig gerð aðgengileg. Að endingu vil ég beina þeim eindregnu tilmælum til kandidata og gesta þeirra að yfirgefa ekki salinn fyrir að athöfn lokinni. Góðir gestir, nú mun rektor Háskóla Íslands, Dr. Silja Bára R. Ómarsdóttir, flytja ávarp. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Fyrrverandi rektorar, aðstoðarrektor, forsetar fræðasviða og starfsfólk Háskóla Íslands, deildarforsetar, góðir gestir, nær og fjær. En fyrst og fremst, kæru kandidatar, innilega til hamingju með daginn og þennan stóra áfanga sem þið fagnið hér í dag. Það mér heiður að vera með ykkur á þessum tímamótum. Það stór ákvörðun að velja sér námsgrein í háskóla að loknu framhaldsskólanámi, því þetta virðist vera svo stór og afdrifarík ákvörðun og svo margan hátt og bindandi til allrar framtíðar. Þetta nógu flókið val við venjulegar kringumstæður ef þær eru yfir höfuð til, en þetta enn flóknara í þeirri ólgu sem nú ríkir í heiminum. Og í þeim miklu áskorunum sem nú blasa við okkur felast tækifæri. Tækifæri fyrir nýja þekkingu, nýjar hugmyndir, nýjar lausnir og leiðir fyrir fólk eins og ykkur sem tilbúið að takast á við krefjandi verkefni af ábyrgð og hugrekki. Og hér leika háskólar lykilhlutverk sem uppspretta þekkingar og frjálsar hugsunar. Stjórnmálafræðingurinn Parag Khanna varpaði nýlega fram þeirri tilgátu að ástandið sem við búum nú við líkist frekar miðöldum en 20. öldinni. Sú einpóla heimskipan sem tók við af kalda stríðinu, segir hann, að sé liðin undir lok. Það sé hins vegar allsendis óvíst hvort eitthvert eitt stórveldi geti fyllt í tómið og í staðinn hafa sprottið fram ólíkar valdamiðjur, ríki, borgir, alþjóðleg stórfyrirtæki, trúarhópar, tæknirisar og auðmenn sem starfa þvert á landamæri og keppa sín á milli áhrif. Khanna byggir þessa söguskýringu á eldri hugmyndum þar sem hann lýsti því hvernig ríkisvaldið hafi smám saman mist einokunarstöðu sína og veröldin tekið að líkjast sífellt meira því ástandi sem ríkti á 12. öld. Og það sem hann á við með þessu að á miðöldum voru landamæri ríkja iðulega óljós, almenningur þurfti að sýna ólíkum aðilum hollustu, lénsherrum, kóngum, kirkju, gildum og borgum og fólk vissi sjaldnast hver réði örlögum þess í raun og veru. Vísindaleg þekking var líka dreifð og brotakennd, sannleikurinn umdeildur og ótti við plágur og ófyrirsjánlegt ofbeldi útbreiddur. Það margt í samtíma okkar sem kallast á við þetta ástand. Það eru faraldrar, loftslagshamfarir, stríðsátök,
upplýsingaóreiða og dvínandi traust til stofnana samfélagsins og jafnvel til lýðræðisins, sem að þó sú tilhögun samfélaga sem best tryggir rétt fólks til frjálsar tjáningar og að kjósa sér fulltrúa sem það telur standa fyrir þau gildi sem skipta mestu máli. Og hér vert að staldra við, því þetta ekki sú framtíðarsýn sem flest okkar vilja. En Kanna bendir líka á að við erum ekki aðeins leiksoppar örlagana, heldur höfum við hvert og eitt okkar rödd og í því framtíð heimsins í höndum okkar sjálfra. Og hér komið þið til sögunar, kæru kandidatar, því framtíðin í höndum ykkar. Ágreiningur skipan samfélagsins sannarlega ekki nýr af nálinni og við verðum líkast til seint sammála hana í öllum atriðum. En á síðustu árum virðumst við í síauknum mæli ósammála sjálfan grunn sameiginlegrar umræðu. Hvað satt, hvað ósatt og hvernig vitum við yfir höfuð það sem við teljum okkur vita. Í rannsóknarverkefninu Reclaim, sem var leitt af Maximilian Conrad, prófessor í stjórnmálafræði hér við HÍ, kemur fram að þessi ágreiningur engin tilviljun á tímum sem okkar, sem við kennum gjarnan við eftir sannleika eða post-truth. Reclaim verkefnið skilgreinir orðræðu stjórnmála eftir sannleikans sem falsfrásagnir, þar sem leitast við að grafa undan viðtekinni þekkingu og sannleika. Í verkefninu kemur fram að eitt helsta einkenni stjórnmála eftir sannleikans að efast hverskyns yfirvald, þar með talið undirstöðu stofnanir samfélagsins. Og í lífi okkar allra hafa skólar verið meðal fyrstu stofnanana sem að kynna okkur fyrir grundvallar gildum samfélagsins sem við tilheyrum. Hjá okkur það lýðræði, mannréttindi, tjáningarfrelsi og virðing fyrir skoðunum annarra. Háskólar leika lykilhlutverk hér og það þarf því ekki að koma á óvart að þeir sæta nú víða heim pólitískum þrýstingi og jafnvel beinum árásum á viðurkennda og gagnreynda vísindalega þekkingu. Þetta hluti af víðtækri viðhorfsbreytingu sem keppist við að grafa undan samheldni, lýðræði og friði. Og kæru kandidatar, áskorunin sem birtist í þessari stöðu tvíþætt. Annars vegar að ræða tæknilega áskorun sem snýr að þáttum að borð við samfélagsmiðla, djúpfalsanir, gervigreind sem að dreifa upplýsingum hraðar en nokkru sinni fyrr og forsendum sem fæst okkar skilja til hlítar. Hins vegar hér á ferð þekkingarfræðilega áskorun sem felst í því að verja sjálfa hugmyndina sameiginlegan grundvöll sannleikans. Og þegar fólk greinir á sannleikan samfélagið hætt að deila sama veruleika. Þegar hver hópur eða jafnvel hver einstaklingur fær sína eigin útgáfu af því hvað satt og ósatt, án sameiginlegra viðmiða til að rata eftir, þá rofnar samtalið sem lýðræði byggist á. Og hvað geta háskólar lagt af mörkum á slíkum tímum? Páll Skúlason, fyrrverandi rektor Háskóla Íslands og einn merkasti heimspekingur sem við höfum átt, sagði eitt sinn: háskóli og á að vera samfélag nemenda og kennara og þetta samfélag þarf að rækta sérstaklega. Og ég gæti ekki verið meira sammála. Þetta kunna virðast einföld sannindi, en þegar betur að gáð hafa þessi orð Páls djúpa merkingu sem á brýnt erindi við okkur. Því þegar samfélög nærri því að klofna, þegar fólk hættir að tala saman og virða skoðanir hvert annars, þá verður hlutverk háskóla mikilvægara en nokkur sinni fyrr. Það erindi þeirra og frumskylda að standa vörð lýðræði, gagnrýna hugsun og frjálsa þekkingarleit og að efla samtal þar sem að rök, rannsóknir og staðreyndir í öndvegi. Annar fyrrum prófessor í heimspeki hér við HÍ, Vilhjálmur Árnason, færði skýr og sannfærandi rök fyrir þessu lýðræðishlutverki háskóla þegar hann hélt í fram að þeir að vera vettvangur rökræðulýðræðis, staður þar sem færni okkar ræktuð markvisst með því að tala saman, rökstyðja mál okkar, hlusta á önnur sjónarmið og leitast við að ná saman á endanum. Þessa grundvallar hugsjón alls háskólastarfs verðum við að halda í heiðri á tímum þegar reiknirit og gervigreind verðlauna öfgar og samfélagsmiðlar hampa þeim sem hrópa hæst ástundun einlægrar og heiðarlegrar rökræðu brýn borgaraleg skylda okkar allra. Bandaríski heimspekingurinn Martha Nussbaum hefur bent á að samfélög sem að líta á menntun fyrst og fremst sem tæki fyrir vinnumarkaðinn stofni lýðræði í hættu. Hlutverk háskóla ekki aðeins að miðla þekkingu, heldur ekki síður að mennta sjálfstæða borgara sem geta greint á milli staðreynda, skoðana og hagsmuna og staðið þannig gegn sundrungu og vantrausti. Og í sama streng tekur Sigrún Aðalbjarnardóttir, prófessor emerita við menntavísindasvið HÍ, en hún rannsakaði í áratugi mótun borgaravitundar ungs fólks í lýðræðisþjóðfélagi. Og hún sýndi fram á að félagsþroski, samskiptafærni, siðferðiskennd og jákvæð sjálfsmynd séu undirstöður þroskarar borgaravitundar.
Við sem höfum kennt ykkur og leiðbeint hér við Háskóla Íslands treystum því að þið sem nú hafið lokið námi héðan berið með ykkur þessa borgaravitund og beitið henni af ábyrgð og skynsemi alla framtíð. Kæru kandídatar, vandamál okkar tíma eru svo flókin og svo yfirgripsmikil að engin fræðigrein getur leyst þau ein og óstudd. Loftslagsbreytingar eru ekki aðeins eðlisfræðilegt viðfangsefni, þær krefjast ekki síður aðkomu hagfræðinga, líffræðinga, sálfræðinga, siðfræðinga og stjórnmálafræðinga. Heimsfaraldrar eru ekki bara læknisfræðileg áskorun, þeir varða traust, samskipti og margvísleg félagstengsl að auki. Og gervigreind er sannarlega ekki einvörðungu áskorun fyrir tölvunarfræðinga. Hún snýr ekki síst að mannskilningi, lögfræði, vinnumarkaði og lýðræði. Og rannsóknir á því hvernig háskólar takast á við fjölþættar áskoranir hafa á síðustu áratugum fært fram ákveðnar vísbendingar sem leið okkur flestar í sömu átt. Við þurfum að spyrja fyrst og velja fræðigreinina svo. Þessi nýja hugsun krefst breytinga sem ekki alltaf auðveldar. Hún krefst þess meðal annars að við skipuleggjum nám og kennslu þannig að það taki mið af hæfni til þverfaglegrar samvinnu, þannig að nemendur geti í ríkara mæli tekið námskeið þvert á svið. Og það krefst þess að við ræktum virðingu og umhyggju, eins og Sigrún Aðalbjarnar bendir á, sem er ekki bara dyggð á milli einstaklinga, heldur líka á milli fræðigreina og ólíkrar aðferðafræði þeirra. Þessa færni þurfum við að taka með okkur út í samfélagið. Horfum á mennskuna í náunganum og sjáum hana líka í þeim sem eru lengra í burtu. Það er auðvelt að láta svartsýni ná sér taki þegar stríð og hörmungar eru í fréttum alla daga, en leið erum við að upplifa stórkostlegar framfarir í vísindum sem gefa tilefni til bjartsýni og afurðir sem eiga að vera aðgengilegar öllum mannkyni. Og þótt myndin sé kannski dökk þegar samtímanum er líkt við miðaldir, þá felast tækifæri í hverri hættu. Samfélög sem búa yfir öflugum stofnunum, traustri menntun, virkri samræðu og sterkum félagstengslum geta haft áhrif langt umfram það sem stærð er að segja til Þetta á við Ísland og þetta á sannarlega við samfélagið í Háskóla Íslands. Við erum kannski fámenn en við búum yfir miklum verðmætum og auðlindum sem skipta máli í rótlausri veröld í leit að festu. Hér er enn til staðar þétt ofinn samfélagsvefur og það er okkar að halda honum sterkum með því að taka vel á móti fólki sem vill mennta sig og leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Og við höfum líka eitt sem fáar aðrar þjóðir hafa, þjóðarháskóla sem er nógu lítill til að fólk þekki fleiri en þau sem er í sama námi eða sömu deild. Í því felst gullið tækifæri til þverfræðilegs samstarfs. Og leið er háskólinn nógu öflugur til að rannsóknir hans og þekkingaröflun hafi raunveruleg áhrif langt út fyrir landsteinana. Það gerist ekki síst fyrir tilstilli hins vaxandi fjölda alþjóðlegra nema sem að ljúka námi frá Háskóla Íslands og halda út í heim sem sendiherrar hans. Og ég vil þakka alþjóðlegu nemendunum okkar sérstaklega fyrir að velja Háskóla Íslands. Í fámenninu hér á Íslandi væri erfitt að halda úti öflugu námi og rannsóknum í mörgum greinum ef ekki væri fyrir ykkur. Kæru kandídatar, það eru tímamót hjá Háskóla Íslands eins og hjá ykkur. Því næstu viku verða liðin 115 ár frá því Háskóli Íslands tók til starfa, kjallaranum í Alþingishúsinu, á árunum milli heimastjórnar og fullveldis. Hann hefur þroskast úr því að vera embættismannaskóli í það sem hann er í dag, alþjóðlegur rannsóknarháskóli í fremstu röð sem laðar að sér öflugt starfsfólk og sterka nemendur. Og komandi ár markar enn á nýjan áfanga í sögu skólans þegar fyrsta háskólasamstæðan á landinu tekur til starfa og Háskóli Íslands á Hólum verður aðildarháskóli í henni. Þetta eru spennandi tímar sem að bjóða upp á aukið samstarf milli greina og aukna þjónustu HÍ við íbúa allt land. En þetta er engu að síður fyrst og fremst dagurinn ykkar, kæru kandidatar. Heimurinn sem þið haldið út í með prófgráðurnar ykkar í farteskinu er sannarlega flóknari en sá sem að mætti foreldrum ykkar svo ekki sé talað ömmur og afa. Öllum áskorunum fylgja þó tækifæri sem kalla á nýjar hugmyndir sem opna möguleika ykkar til að hafa áhrif. Ef valdið er ekki allt á hendi eins, hafa margar smærri ákvarðanir sem ég vona að þið takið hvert og eitt frá degi til dags af ábyrgð og hugrekki, raunveruleg áhrif á þann heim sem er í mótun og á framtíðina alla. Háskóli Íslands hefur verið heimili ykkar og skapandi samfélag nokkuð skeið. Hann verður áfram til staðar fyrir ykkur þegar þið haldið út í lífið, sem vörður lýðræðis, sem öflugt samfélag þar sem ólíkar skoðanir fá að þroskast, sem hugmynd og sem veruleiki. Komið endilega hingað aftur, komið heim og verið áfram hluti af því samfélagi sem háskólinn ykkar er, jafnvel þó þið hafi skilað síðasta verkefninu. Til hamingju með daginn, til hamingju með áfangan, til hamingju með lífið og kraftinn sem í ykkur býr,
ef þið virkið hann okkur öllum til góðs, þá verður heimurinn strax betri leið og þið gangið hérna út í sólskinnið. Takk. Við þökkum rektor fyrir hennar góða ávarp. Háskóli Íslands heldur áfram að eflast og styrkjast. Nú stunda 12.500 nemendur nám við háskólann. Af þeim eru 7.800 í grunnnámi og 4.700 í framhaldsnámi, þar af 700 í doktorsnámi og 1.400 í viðbótarnámi á meistarastigi. Frá síðustu brautskráningu hafa 87 lokið doktorsprófi frá Háskóla Íslands. Hér á eftir munu 1.235 kandidatar frá öllum 16 deildum félagsvísindasviðs, heilbrigðisvísindasviðs og hugvísindasviðs Háskóla Íslands brautskrást úr grunn- og framhaldsnámi. Síðdegis verða brautskráðir 764 kandidatar frá deildum menntavísindasviðs og verkfræði- og náttúruvísindasviðs. Þá brautskrást í dag 259 kandidatar af diplómanámsleiðum á framhaldsstigi og 231 lýkur diplómanámi á grunnnámsstigi. En þau taka ekki þátt í athöfnunum í dag af frátöldum nemendum í starfstengdu diplómanámi fyrir fólk með þroskahömlun. Alls verða því 2.710 kandidatar brautskráðir frá Háskóla Íslands í dag. Þá brautskráðust 446 kandidatar í febrúar síðastliðnum og því hafa alls 3.156 lokið námi við Háskóla Íslands þar sem af ári. Þetta glæsilegur árangur. Áður en brautskráning hefst vil ég benda gestum á að klappa aðeins í lok brautskráningar hverrar deildar. Ég vil líka minna kandidata á að ganga að merkingu gólfs á sviðsins hér. Það hérna hægra megin við mig, vel merkt, bíða það til nöfn þeirra eru lesin upp og ganga svo til deildarforseta sem afhendir þeim prófskírteini. Að því búnu ganga þau áfram fyrir púltið yfir til rektors sem heilsar hverjum kandidat áður en hann gengur á sviðin. Að lokum vil ég geta þess að þetta í síðasta sinn sem Ólöf Garðarsdóttir, forseti hugvísindasviðs, stýrir brautskráningu frá deildum sviðsins. En hún mun láta því starfi 1. júlí næstkomandi. Fyrir hönd Háskóla Íslands eru henni færðar kærar þakkir fyrir farsæl störf. Þá hefst brautskráning kandidata. Fyrst stýrir Magnús Þór Torfason, forseti félagsvísindasviðs, brautskráningu kandidata frá deildum fræðasviðsins. Komið þið sæl. Að þessu sinni eru brautskráðir 654 kandidatar frá öllum 6 deildum félagsvísindasviðs, 353 úr framhaldsnámi og 301 úr grunnnámi. Fyrst mun Unnur Dís Skaftadóttir, forseti félagsfræði, mannfræði og þjóðfræðideildar, afhenda prófskírteini. Bundum okkur í þetta. Með MA-gráðu í afbrotafræði brautskrást Alda Marín Ómarsdóttir, Aníta Solveig Jóhannsdóttir, Árni Sveinsson, Áróra Sigurþórsdóttir, Berghildur Björk Reynisdóttir, Guðbjörg Lára Guðjónsdóttir, ekki hér, Hekla Steinarsdóttir, Herdís Hallsteinsdóttir, Hilma Ösp Ásgeirsdóttir, Katla Samúelsdóttir, Sabrína Skjóld, Una Lára Lárusdóttir, Þórhildur Vala Kjartansdóttir, Gestný Rós G. Sigurðardóttir og Jasin Chao. Með MA-gráðu í félagsfræði brautskrást Alcalde Bernal, Alexandra Hamili Ósk Kógis, Steinun Ólafsdóttir. Með MA-gráðu í hnattrænum fræðum brautskrást Anita Ntikwadzi,
Karen Bediako, Priska Ama Korkor og Sofía Wheatley. Með MA-gráðu í náms- og starfsráðgjöf braut skrást Ásgerður Sigurðardóttir, Bylgja Finnsdóttir, Dagný Björk Gunnarsdóttir, Elísa Skram, Erna Sigrún Jónsdóttir, Hildur Halldórsdóttir, Hugrún Jónsdóttir, Inga Dís Sigurðardóttir, Kristín Jóhannsdóttir og Una Geirdís Flosadóttir. Með MA-trú í norrænni trú brautskráist Gerður Halldóra Sigurðardóttir. Með meistaragráðu í umhverfis- og auðlindafræði brautskráist Sibei Wu. Með MA-gráðu í upplýsingafræði brautskráist Andrea Ævarsdóttir. Með MES-gráðu í upplýsingafræði brautskrást Ásta Björk Björnsdóttir. Kristín Berglind Oddsdóttir, Valgerður Plóter Jónsdóttir, Halla Hallsdóttir. Með MA-gráðu í þjóðfræði brautskráist Einar Skúlason. Með BA-gráðu í félagsfræði brautskrást Anita Sif Hafliðadóttir, Áróra Gunnarsdóttir, Ásta Sóley Jónsdóttir, Elín B. Darko Alexdóttir, Eydís Ósk Jónsdóttir, Guðbjörg Alma Sigurðardóttir, Hrafnhildur Sunna Eyþórsdóttir, Inga Jódís Kristjánsdóttir, Katrín Ása Kristinsdóttir, Kristín Lind Magnúsdóttir, Ragnheiður Björg Svavarsdóttir, Sandra Rós Pétursdóttir, Sigrún Ásta Halldórsdóttir, Sonja Steina Guðmundsdóttir, Sóley Jasmín Sigurbjörnsdóttir, Sæunn Axelsdóttir, Þóra Einarsdóttir og Þórdís Birta Jónsdóttir. Með BA-gráðu í mannfræði brautskrást Arna Marín Gunnarsdóttir, Friðrik Helgi Guðmundsson, Hlín Halldórsdóttir, Marta Sóley Hlynsdóttir, Númi Steinn Möller Hallgrímsson, Salka Brynjarsdóttir, Vala Margrét Hjálmtýsdóttir, Valgerður Sigurðardóttir og Þórgunnur Lára Gunnarsdóttir. Með BA-gráðu í þjóðfræði brautskrást Guðný Elísabet Stefánsdóttir, Guðrún Júlíana Sigurðardóttir, Hugrún Embla Sigurðardóttir, Jóhanna Jódís Antonsdóttir, Jóhanna María Ægisdóttir, Kári Pétur Þegir er ekki hér. Jú, fyrirgefðu, já, ég er bara komin á hratt, já. Þá er lokið brautskráningu kandidata frá félagsfræði, mannfræði og þjóðfræðideild. Afsakaðu þetta. Næst mun Hervör Alma Árnadóttir, forseti félagsráðgjafadeildar, afhenda prófskírteini. Með MA-gráðu í félagsráðgjöf brautskrást Beatrice Eiríksson, Eva Lind Vestmann. Með MA-gráðu í fjölskyldumeðferð brautskrást Elín María Heiðberg, Sigrún Jóhannsdóttir. Með MA-gráðu til starfsréttinda í félagsráðgjöf brautskrást Anita Runólfsdóttir, Anita Ír Sigurgeirsdóttir, Anna Lilja Guðmundsdóttir, Auður Gunnarsdóttir, Aþena Lind Vestmann Ágústsdóttir, Árný Margrét Agnarsdóttir, Ásdís Eva Magnúsdóttir, Ásdís Ögmundardóttir,
Berglind Ósk Ásgrímsdóttir, Berta Sóley Sverrisdóttir, Bryndís Helgadóttir, Charlotte West Petersen, Dagný Sif Ómarsdóttir, Dögg Guðjónsen Ásgeirsdóttir, Elísa Sif Snorradóttir, Elísabet Halldórsdóttir, Erla Hlín Sigríðardóttir, Guðlaug Rún Gísladóttir, Hanna Guðrún Gestsdóttir, Helena Gísladóttir, Hildur Margrét Arnbjargardóttir, Hildur María Brynjólfsdóttir, Inga Dóra Björnsdóttir, Inga Beck Jónsdóttir, Íris Dögg Ingvadóttir, Ísabella Magnúsdóttir, Jónína Björk Kristinsdóttir, Katla Rún Árskó, Katrín Björk Guðmundsdóttir, Kolfinna Bjarney Ólafsdóttir, Kristbjörg Karen Björnsdóttir, Kristbjörg Sigtryggsdóttir, Kristín Helga Vilbergsdóttir, Lára Núpdal Róbertsdóttir, Nikulás Guðnason, Ólöf Brynja Aradóttir, Ósk Ágústsdóttir, Rósa Elísabet Jónsdóttir, Sara Kristín Kristjánsdóttir, Sara Dögg Rósenkrans Traustadóttir, Svandís Lilja Jónasdóttir, Valdís Von Valdimarsdóttir, Valgerður Vilena, Verónika Paskó og Þórdís Bjarnleifsdóttir. Og með MA-gráðu í öldrunarfræði brautskráist Sandra Caníso. Þá er komið að B-gráðu í félagsráðgjöf. Þar brautskrást Agnes María Ágústsdóttir, Agnes Ísabella Gunnarsdóttir, Albertína Albertsdóttir, Alda Svansdóttir, Alexandra Lís, Alma Björk Ólafsdóttir, Andrea Björk Rúnarsdóttir, Aníta Ósk Birgisdóttir, Anna Kristín Ling Hafsteinsdóttir, Arna Diljá Guðjónsdóttir, Arnfríður Hanna Hreinsdóttir, Auður Makaja Mashinkila, Ásdís Elva Grens, Ásta Karen Bjarnadóttir, Ástrós Magna Vilmundardóttir, Benedikt Þór Hjaltason, Bergdís Brá Sverrisdóttir, Bergrós Kristjánsdóttir, Birgitta Rún Árnadóttir, Birta Birgisdóttir, Elísa Eir Ástudóttir, Elísabet Margrét Bjarnadóttir, Elsa Dögg Stefánsdóttir, Emilía Björk Jóhannsdóttir, Erla Ingimundardóttir, Eva Eggertsdóttir Thórodsen, Eyrún Halla Kristjánsdóttir, Fjóla Rún Sölvadóttir, Guðbjörg Eva Guðmundsdóttir, Guðný Rós Þorsteinsdóttir, Guðrún Björnsdóttir, Guðrún Brynjólfsdóttir, Gunnhildur B. Jóhannesdóttir, Hafrún Rós Þórisdóttir er ekki hér, Hekla Sif Hreggviðsdóttir, Hekla Björg Jónsdóttir,
Helena Rún Gylfadóttir, Helga Rut Guðjónsdóttir, Hildur Bjarnadóttir, Hildur Lára Elvarsdóttir, Hulda Þorlaug Þormar, Högna Hákonardóttir, Jóney Ósk Kvaran, Júlía Rós Jónsdóttir, Karen Anja Kjærnested Oddgeirsdóttir, Karlotta María Þrastardóttir, Katrín Helga Sævarsdóttir, Kolfinna Arndísardóttir, Kristín María Brink, Kristrún María Gunnarsdóttir, Lena Ínaba Árnadóttir, Lilja Eyfjörð Gunnarsdóttir, Lilja Katrín Gunnarsdóttir ekki hér, Lovísa Sigurðardóttir, María Höskuldsdóttir, Natalía Dröfn Kristjánsdóttir, Nína Dögg Jóhannsdóttir, Ragnhildur Rúnarsdóttir, Saga Ólafsdóttir Arnholts, Sara Dögg Eysteinsdóttir, Selma Bríet Brynjarsdóttir, Sigrún Sól Jónsdóttir, Sindri Karl Kristinsson, Steiney Þóra Helgadóttir, Sunna Lind Sigríðardóttir, Sunneva Lind Benónísdóttir, Tekla Eir Hallgrímsdóttir Kúld, Tinna Björk Hall Bjarkadóttir, Valgerður Gunnarsdóttir, Vanja Kristína Leit Lóps, Veronika Rós Lúðvíksdóttir, Vigdís Martinsdóttir, Þorbjörg Oddný Kristjánsdóttir, Þóra Björk Jónsdóttir og Þórana Friðgeirsdóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá félagsráðgjafadeild. Næst mun Marías Halldór Gestsson, varaforseti hagfræðideildar, afhenda prófskírteini. Með MPhil próf í fjármálum brautskráist Helga Ósk Hauksdóttir. Með BA-gráðu í hagfræði brautskráist Ingimar Ólafsson. Með BS-gráðu í hagfræði brautskráist Agnes Erla Blomsterberg, Alex Þór Júlíusson, Benedikt Júlíus Steingrímsson, Björgvin Freyr Larsson, Björn Viktor Viktorsson, Elva Dögg Jónsdóttir, Finnur Breki Bjarnason, Kári Kvaran ekki hér, Melkorka Ýr Bústós. Konráð Elí Kjartansson. Já, ok. Fyrirgefðu. Melkorka Ýr Bústós. Sigurður Bjartur Egilsson. Skorri Jónsson. Sonja Oliversdóttir. Sveinn Sigurbjörnsson. Torfi Már Markússon. Valdís Ósk Arnódóttir. Valgerður Helga Ísaksdóttir og Vigfús Máni Ólafsson. Þá lokið brautskráningu kandidata frá hagfræðideild. Næst mun Hrefna Friðriksdóttir, forseti lagadeildar, afhenda prófskírteini. Með magjúrgráðu í lögfræði brautskrást Agnes Guðrún Magnúsdóttir.
Birgir Bent Þorvaldsson, Birta Marselía Össurardóttir, Brandís Ásrún Snæfríðardóttir, ekki hér, Bryndís Inga Árnadóttir, Bryndís Stella Bjarnadóttir, Klara Ísan Ang Sigurðardóttir, Egill Orri Valgeirsson, Eiður Andri Thórensen, Einar Fannar Valsson, Garðar Árni Garðarsson, Gerður Ævarsdóttir, Guðrún Sóley Magnúsdóttir, Gunnar Óli Guðmundsson, Gylfi Bergur Konráðsson, Halldís Embla Guðrúnardóttir, Hekla Gaja Birgitsdóttir, Hildur Berglind Jóhannsdóttir, Hildur Torfadóttir, Jóhann Páll Einarsson, ekki hér, Júlíus Aron Júlíusson, Karlotta Líf Sumarliðadóttir, Kolbrún Björk Ágústsdóttir, Kolka Bergþórudóttir Hjaltadóttir, Kristín Hekla Örvarsdóttir, Lórín Ósk Síbrael, Margrét Eva Backmann, Marino Eggertsson, María Rut Hinriksdóttir, Marta María Steffensen, Máni Ákason, Njörður Brún, Sigurbjörg Nanna Vignisdóttir, Sigurður Aron Snorarsson, Sóldís Anna Guðjónsdóttir, Stefania Agnes Þórisdóttir, Stefnir Guðmundsson, Steingrímur Daði Kristjánsson, Sveinn Alexander Sveinsson, Silvía Rut Jóhannesdóttir, Teitur Magnússon, Valgerður Laufey Guðmundsdóttir, Verónika Steinunn Magnúsdóttir, Ýr Guðjónsen Erlingsdóttir. Með LLM-gráðu í auðlindarétti og alþjóðlegum umhverfisrétti brautskrást Eda Tabi Akbor og Níla Fí Richter. Með BA-gráðu í lögfræði brautskrást Anna Soffía Hauksdóttir, Ásdís Erna Vigfúsdóttir, Bengta Kristín Metúsalemsdóttir, Birkir Snær Brynleifsson, Björn Þór Sverrisson, Edda Ágústa Björnsdóttir, Eiríkur Hilmar Eiríksson, Fanney Rós Njálsdóttir, Friðjón Guðjónsen, Hafdís Ágústsdóttir, Harpa Lóa Einarsdóttir, Harpa María Reynisdóttir, Helga Björg Brynja Óladóttir, Helgi Valur Wetholm Gunnarsson, Hildur Ásta Þórhallsdóttir, Íris Vilhjálmsdóttir, Jóhannes Kári Sigurjónsson, Katrín Helga Sigurbergsdóttir, Kjartan Leifur Sigursson, Kornelía Súkrovska, Malin Valsdóttir, Margrét Birta Björgúlfsdóttir, Mikael Tentai Jónsson, Róberta Lilja Ísolfsdóttir, Salka Sigmarsdóttir, Salka Sigmundsdóttir, Sigurbjörg Guðmundsdóttir, Silja Fanney Angantýsdóttir, Skúli Björn Ásgeirsson, Solveig Helga Tómasson, Stefania Stella Baldursdóttir, Stefania Ósk Pálsdóttir Diego, Sunna Sif Friðriksdóttir, Tem Van Pham, Tinna Rakel Jónsdóttir, Vala Saskia Einarsdóttir,
Þórdís Anna Gunnarsdóttir og Þórey Eva Marinósdóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá lagadeild. Næst mun Eva Marín Hlynsdóttir, forseti stjórnmálafræðideildar, afhenda prófskírteini. Með MA-gráðu í alþjóðasamskiptum brautskrást Alicia Generalczyk, Beste Alpay-Jong, Brady Michael Black, Conor Emmanuel McAllister, Desmond Osei Tutu, Isabella María Þorvaldsdóttir, Michael Patrick Einar Filett, Shahrzad Atay, Simon John Turner, Stefnir Stefánsson, Sæunn Emilía Tómasdóttir ekki hér, Tatjana Karszewska. Með B-gráðu í blaða- og fréttamennsku brautskráðist Urður Örlygsdóttir. Með MA-gráðu í blaða- og fréttamennsku brautskráðist Urður Örlygsdóttir. Afsakaðu þetta. Með MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu brautskráðist Alda Marín Jóhannsdóttir, Emma Ósk Ragnarsdóttir, Helga Maren Jónasdóttir, Hrefna Ástmarsdóttir, Orri Þrastarsson, Ólafur Sveinn Haraldsson, Þorsteinn Gunnarsson, Þóra María Arnórsdóttir ekki hér og Íris Helma Ómarsdóttir. Með B-gráðu í stjórnmálafræði brautskrást Baltasar Bærentsen Hafstad, Brynjar Logi Jóhannsson, Daniel Torfason, Drífa Lýðsdóttir, Egill Helgason, Elín Sara Richter, Guðmundur Þórir Sigurðsson, Hildur Thelma Hauksdóttir, Indiana Dögg Einarsdóttir, Jón Arnar Snæbjörnsson, Katla Ólafsdóttir, Kristín Ögmundsdóttir, Lárus Karl Arnbjarnarson, Nanna Franziska Kollard, Nína Kristín Gunnarsdóttir, Nína Rut Magnúsdóttir, Sigríður Hugljúf Blöndal, Sindri Blær Gunnarsson, Sindri Steingrímsson, Sólveig Jóhannesdóttir Larsen, Sturla Elín Borgarsson Jónsson og Svanlaug Halla Baldursdóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá stjórnmálafræðideild. Næst mun Ásta Dís Ólafsdóttir, forseti viðskiptafræðideildar, afhenda prófskírteini. Með MA-gráðu í alþjóðaviðskiptum og verkefnastjórnun brautskrást Hilda Amoako Ahin, Kristín Sördal, Sara Asif, Selma Guðrún Gunnlaugsdóttir, Saida Amber Bukhari, Tasbi Ulla, Sil Ehuma. Með MS-gráðu í fjármálum fyrirtækja brautskrást Einir Orri Brynjólfsson, Gunnar Orri Jensson, Karl Valgeir Kvaran og með MS-gráðu í mannauðsstjórnun brautskrást Hlynur Þór Þorleifsson ekki hér, Karen Líf Jóhannsdóttir, Vala Rún Magnúsdóttir. Með MS-gráðu í markaðsfræði brautskrást Brynjar Óli Ágústsson
Guðrún Birta Ingólfsdóttir, Helga Guðrún Albertsdóttir, Sóley Bjarkadóttir. Með MS-gráðu í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum brautskráist Guðbjartur Örn Gunnarsson. Með MS-gráðu í nýsköpun og viðskiptaþróun brautskráist Ívar Þrastarsson, Hildur Mist Friðjónsdóttir, Kristján Hafþórsson. Með MS-gráðu í stjórnun og hönnun þjónustu brautskráist Arna Gunnur Ingólfsdóttir. Með MS-gráðu í stjórnun og stefnumótun brautskráist Kjartan Helgi Ólafsson, Marko Markovits, Sigurður Nordal. Með meistaragráðu í umhverfis- og auðlindafræði brautskráist Karolína Arake Gómez, Grace Atieng. Með MS-gráðu í verkefnastjórnun brautskráist Björn Kristjánsson, Guðmundur Marino Ingvarsson, Júlía Birgisdóttir, Salvör Gyða Lúðvíksdóttir, Yngvi Freyr Óskarsson. Með MS-gráðu í viðskiptafræði brautskráist Lilja Ástudóttir, Sara Mjöll Jóhannsdóttir og Sverrir Haraldsson. Með MAC-próf í reikningsskilum og endurskoðun brautskráist Bryndís Rún Baldursdóttir, Guðlaug Björk Karlsdóttir. Með MFIN-próf í fjármálum brautskráist Guðmundur Örn Óskarsson, Heiðrún Ósk Jóhannsdóttir, Jóhanna Rós Hansdóttir, Margrét Agla Brún Garðarsdóttir, Rakel Birta Guðnadóttir, Sigurbjörg Agla Gísladóttir, Sólveig Björnsdóttir, Silvía Martinsdóttir og Tirsa Sól Ágústsdóttir. Með MBA-próf brautskráist Andri Örn Víðisson, Ástþór Helgason, Bára Sigurbjörg Ólafsdóttir, Bryndís Friðriksdóttir, Bryndís Harðardóttir, Daði Örn Andersson, Dagný Linda Kristjánsdóttir, Eiríkur Haukur Hauksson, Elín Sigurveig Sigurðardóttir, Erla Gunnlaugsdóttir, Eygló Rut Guðlaugsdóttir, Garðar Sigurðsson, Guðný Guðleif Einarsdóttir, Gyða Ósk Bergsdóttir, Jóhanna Hauksdóttir, Kristjón Sigurbergsson, Margrét Lilja Gunnarsdóttir, Margrét Milla Sigurjónsdóttir, Oddný Sófusdóttir, Ólafía Lárusdóttir, Rakel Másdóttir, Sigríður Sóley Sveinsdóttir, Sonja Arnórsdóttir, Svanhildur Rósa Friðriksdóttir, Valdís Fjölnisdóttir, Valtýr Guðmundsson, Vordís Sörensen Eiríksdóttir, Þorvaldur Huldar Gunnarsson og Þórdís Rún Þórisdóttir. Þá er komið að BS-gráðu í viðskiptafræði. Það er kannski Karen. Fremst. Nei. Já, ok. Með BS-gráðu í viðskiptafræði brautskráist Aðalheiður Hekla Valsdóttir, Alexander Svavar Árnason, Alexander Máni Curtis, Alexandra Rúdolfsdóttir Sarkísjan, Andri Freyr Eðsson, Anna Margrét Guðmundsdóttir, Aron Fannar Sigurgeirsson,
Ágúst Máni Aðalsteinsson, Árni César Arnarsson, Ása Kara Smáradóttir, Ásta Glódís Vestmann Ágústsdóttir, Bergrún Halldórsdóttir, Bjarki Freyr Ólafsson, Daniel Þór Reymundsson, Diljá Ægisdóttir, Dórótea Guðmundsdóttir, Edda Kristín Óttarsdóttir, Elas Juknevicius, Elisabeth Krista Þorgeirsdóttir, Elmar Kári Tjókic, Elsa Kristrún Bjarnadóttir, Finnur Björnsson, Fríða Silvía Kjartansdóttir, Gísli Freyr Stefánsson, Gunnar Ingi Gunnarsson, Gunnar Örn Halldórsson ekki hér, Hafdís Hrönn Kristjánsdóttir, Hafþór Ingi Ingimarsson, Hekla Halldórsdóttir, Hrafn Darri Guðbjörnsson, Hugrún Ósk Dagsdóttir, Hörður Ingi Gunnarsson, Ingunn Hlín Friðriksdóttir, Ingunn Sigurðardóttir, Ída Margrét Stefánsdóttir, Ísabella Sól Fannarsdóttir, Jóhann Haukur Sveinbjörnsson, Jón Þór Sveinsson, Karlotta Kjerulf, Karen Ása Benediktsdóttir, hér, Karlotta Kjerulf Óskarsdóttir, Karvel Geirsson, Katrín María Hilmarsdóttir, Katrín Anna Karlsdóttir, Katrín Þórhallsdóttir, Kristján Óskar Sveinbjörnsson, Kristófer Breki Halldórsson, Laufey Gunnarsdóttir, Leonóra Sóley Hjaltadóttir, Leó Már Jónsson, Lilja Rós Tómasdóttir Víðurö, Luke Anthony Hilmarsson, Maciej Omeljanjuk, Margrét Hallgrímsdóttir, Margrét Birna Ólafsdóttir, María Nicole Venska, María Guðný Rögnvaldsdóttir, Matteo Þór Bertolo, Matthildur Brá Stefánsdóttir, Matthías Máni Örvarsson, Mikael Geir Baldursson, Noah Ralph Byrne, Olga Katrín Skarstad, Olivia Anna Cañete Apas, Ólafur Már Gunnlaugsson, Ólafur Hálfdán Pálsson, Patricia Hubicka, Patrik Edel, Rakel Friðbertsdóttir, Rakel Sif Steingrímsdóttir, Rebekka Sif Ómarsdóttir, Samuel Þór Sístrand, Sigríður Lovísa Jónsdóttir, Sigurþór Andri Sigurðsson, Sigvaldi Eggertsson, Silvana Ósk Jónasdóttir, Stefán Björgvin Kjartansson, Svala Kristín Hauksdóttir Makk, Silvía Mist Þorleifsdóttir, Sæþór Már Hinriksson, Tinna María Sævarsdóttir, Tómas Rúnar Pétursson, Valdimar Brimir Hilmarsson, Viðar Örn Ómarsson, Vilborg Ólafía Jóhannsdóttir, Þórdís Lilja Þórðardóttir, Þórólfur Daði Markusson og Þórunn María Kernestið.
Þá lokið brautskráningu kandidata frá viðskiptafræðideild og þar með öllum deildum félagsvísindasviðs. Við höfum fengið hingað góða gesti sem hljómsveitin Ylja, en hana skipaðar Bjartey Sveinsdóttir og Gígja Skjaldadóttir og þær munu flytja okkur 2 lög. Gjörið svo vel. Komið sæl, kæru útskriftarnemar og gestir. Við erum Ylja og viljum óska ykkur innilega til hamingju með þennan merka áfanga. Þetta aldeilis dýrðadagur. Það mætti kannski segja að þetta væri bara ansi fallegur dagur. Hvað vakti mig, vil liggja stund, togar í mig tæpirta, lýsir upp mína lund. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Sumar og sólin syngja þér sitt lag. Þú gengur glöð út í hitann, inn í draumbláan dag. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Mávahvít dormar dofið, inn í draumhringsins það ofið. Hreyfist vart úr stað, konurnar blómstra brosandi sæla. Sumar kjólar háir hæla, kvöldið vill komast að. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur.
Við erum með eitt lag enn. Og þetta lag heitir Vikivaki og er lag eftir Valgeir Guðjónsson samið við ljóð Jóhannes og Kötlum. Og þetta lag þykir okkur bara mjög viðeigandi á degi sem þessum og viljum bara í leiðinni óska ykkur bjartarar framtíðar og gjörið þessu vel og takk hérlega fyrir okkur. Sunnan yfir sæinn breiða, sumarilinn vinda leiða, draumalandið himinn heiða, hlær og opna skautið sitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Gakk þú út í grænan lundin, gáðu fram á bláu sundin, munda það stutt hver stundin, stopult í arnestindi þitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Láta sig í vöku dreyma, sólskinsdögum síst má gleyma. Segðu engum manni hitt, vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Sunnan yfir sæinn breiða, sumarilinn vinda leiða, draumalandið himinn heiða, hlær og opna skautið sitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Svo spurning hvort að þið takið undir stærsti kór á Íslandi. Vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Og einu sinni og bara þið. Vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Takk hérlega fyrir okkur. Takk fyrir. Og við undirstanda. Við þökkum Ylju fyrir fallegan tónlistarflutning og fyrir að leyfa okkur að syngja með. Þá höldum við áfram brautskráningu kandidata og nú er komið að heilbrigðisvísindasviði. Unnur Anna Valdimarsdóttir, forseti fræðasviðsins, stýrir nú brautskráningu kandidata frá deildum þess.
Gleðilega hátíð. Að þessu sinni eru brautskráðir 577 kandidatar frá öllum 6 deildum heilbrigðisvísindasviðs. Fyrst mun Helga Bragadóttir, forseti hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideildar, afhenda prófskírteini. Með MPH-gráðu í lýðheilsuvísindum brautskráist Anna Elisabeth Skovskort Jónsdóttir. Með MS-gráðu í geðhjúkrun brautskrást Anna Karen Guðmundsdóttir, Dagbjört Baldursdóttir, Elisabeth Rún Ágústsdóttir, ekki hér, Guðbjörg Eva Rafnsdóttir, Margrét Dís Jómann, Sigríður Elín Jónsdóttir, Sóley Smáradóttir. Með MS-gráðu í hjúkrunarfræði brautskrást Anna Lísa Finnbúadóttir, Hulda Rós Arndísardóttir, Marta Jóns Hjördísardóttir. Með MS-gráðu í ljósmóðurfræði til starfsréttinda brautskrást Aldís Sveinsdóttir, Arney Þyrí Guðjónsdóttir, Eva Björk Axelsdóttir, Íris Alma Össurardóttir, Kristín Sara Stefánsdóttir, Laufey Karlsdóttir, Lilja Sigurðardóttir, Ólöf Ýr Ragnarsdóttir, Ósk Jóhannesdóttir, Rakel Ástrós Heiðarsdóttir, Rósa Þórhildar Lárusdóttir, Svanhvít Jóhanna Jóhannsdóttir, Thelma Guðlaug Arnarsdóttir og Tinna Lind Halldórsdóttir. Með BS-gráðu í hjúkrunarfræði brautskrást Agnes Þóra Guðjónsdóttir, Anna Lena Kristófersdóttir, Arna Ýr Jónsdóttir, Astrid Eyberg Aradóttir, Auður Þórarinsdóttir, Asra Tsodzis, Ásdís Ægisdóttir, Ásta María Jónsdóttir, Berglind Rán Brynjólfsdóttir, Birna Marín Viðarsdóttir. Birta Ýr Jónasdóttir, Bryndís Ann McCormick, Brynhildur Júlía Einarsdóttir, Brynja Björk Guðmundsdóttir, Dagmar Sara Bjarnadóttir, Dagmar Rut Reynisdóttir, Edda Berglind Björnsdóttir, Elisabeth Tinna Kjartansdóttir, Emilía Karen Ægisdóttir, Ester Valgerður Brynjólfsdóttir, Eva Karen Gústafsdóttir, Guðrún Estja Sigurgeirsdóttir, Gunnhildur Fjóla Ágústsdóttir, Gunnhildur Jóa Árnadóttir, Gyða Kolbrún Þrastardóttir, Halla María Gústafsdóttir, Harpa Dagbjört Hjaltadóttir, Harpa María Magnúsdóttir, Helga María Halldórsdóttir, Hildur Ása Ákadóttir, Hildur Guðjónsdóttir, Hrafnhildur Tekla Björnsdóttir, ekki hér, Inga María Bergþórsdóttir, Jana Ármannsdóttir, Jódís Anna Jóhannesdóttir, Jóhanna Leifsdóttir, Jón Steinar Unnsteinsson, Jónína Marín Benediktsdóttir, Karen Ósk Aradóttir, Karen Ósk Eyþórsdóttir, Karen Helga Kristinsdóttir, Karlotta Guðjónsdóttir, Katla Tjörvadóttir, Katrín Sjöfn Jóhannesdóttir, Kristjana Guðmundsdóttir, Madonna Badojev-Nadojeva, Meidot Kasahún Alemayahu, Magdalena Matsdóttir, Malín Baldey Margeirsdóttir, Margrét Stefánsdóttir, María Ósk Jónsdóttir,
María Greta Magnúsdóttir, María Lind Traustadóttir, María Ferna Vati, Matthildur Hjartardóttir, Níl Einar Kristján Einarsson, Ragna Björg Haraldsdóttir, Rakel Björg Ágústsdóttir, Rakel Björg Ágústsdóttir, Rakel Mirra Steinarsdóttir, Rannveig Björgvinsdóttir, Rebekka Rós Ívarsdóttir, Rebekka Tinna Jónsdóttir, Rut Aradóttir, Rúna Maren Elvarsdóttir, Sadiq Shabohara, Sandra Aradóttir, Sara Mist Aðalsteinsdóttir, Sara Elisabeth Na Guðmundsdóttir, Sara Lind Guðmundsdóttir, Sara Nótt Jakobsdóttir, Sara Rut Sigurðardóttir, Sara Rut Mejado Vilbergsdóttir, Sara Dröfn Björnsdóttir, Sigríður Erla Mattísen, Sigrún Erla Pétursdóttir, Sigrún Klara Sævarsdóttir, Snjólaug Þorsteinsdóttir, Sonja Þórarinsdóttir, Sonja Þórarinsdóttir, Steingrímur Arason, Steinunn Birta Ólafsdóttir, Steinunn Svavarsdóttir, Sæunn Ása Ágústsdóttir, Tanja Kristrún Gunnarsdóttir, Tinna Rut Arnarsdóttir, Tinna Björk Bjargmundsdóttir, Vigdís Helga Einarsdóttir, Viktoría Tega Vögudóttir, Þorbjörg Guðmundsdóttir, Þorgerður Katla Sólveigardóttir, Þóra Erlingsdóttir og Þórunn Jóhanna Þórisdóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá hjúkrunar- og ljósmæðurfræðideild. Næst mun Berglind Eva Benediktsdóttir, forseti lyfjafræðideildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-gráðu í iðnaðarlíftækni brautskrást Lindsay Elizabeth MacDonald, Osemeke Ruth Agogo. Með MS-gráðu í lyfjafræði brautskrást Alena Jónsdóttir, Andrea Rán Davíðsdóttir, Ágúste Artúrsdóttir, Ásta Sóley Jónsdóttir, Hrafnhildur Kara Kristinsdóttir, Lovísa Halldórsdóttir, María Rós Guðmundsdóttir, Nancy Davíðsdóttir. Með MS-gráðu í lyfjavísindum brautskráist Muhammad Israr Ul Haq. Með BS-gráðu í lyfjafræði brautskrást Arnar Friðriksson, Guðrún Sunna Jónsdóttir, Ingibjörg Embla Björnsdóttir, Íris Anna Gísladóttir, Jóhanna Magnea Guðjónsdóttir, Jóhanna Hlynsdóttir, Karen Þór Elfur Gunnarsdóttir, Klara Lind Þórarinsdóttir, Marín Björt Berntsen, Ragnar Þórólfur Ómarsson, Salka Sóley Ólafsdóttir, Thelma Aðalsteinsdóttir, Thelma Lind Björgvinsdóttir, Tómas Anúlis Kristjánsson, Úlfar Freyr Sigurgeirsson, Sinaída Sif Sörensen, Þóra Þórisdóttir og Ægir Bergþórsson. Þá lokið brautskráningu kandidata frá lyfjafræðideild.
Næst mun Sædís Sævarsdóttir, forseti læknadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-gráðu í iðnaðarlíftækni brautskráist Taesija Ivanova. Með MPH-gráðu í lýðheilsuvísindum brautskrást Ásrún Björk Hauksdóttir. Vera Ósk Guðjónsdóttir. Með MS-gráðu í geislafræði brautskráist Birna Karen Bjarkadóttir. Með MS-gráðu í lífeindafræði brautskrást Ásgerður Ying Laufeyjardóttir. Gissur Máni Ísleifsson. Helga Rún Proppe. Júlía Susetska. Karolína Ívarsdóttir. Klaudia Sosovska. Kolbrún Björk Jónasdóttir. Lilja Xu Ying Chen Hansdóttir. Marcin Kasimsek Saborski. Regína Lind Guðmundsdóttir. Sonja Karolíne Sigurðardóttir. Svava Björk Pétursdóttir. Thelma Rakel Ottesen. Með MS-gráðu í líf- og læknavísindum brautskrást Fjóla Dögg Aðalsteinsdóttir. Katrín Anna Lárusdóttir. Ófegur Geir Bardal. Stefán Pétursson. Yara Aparecida Evangelista. Með MS-gráðu í sjúkraþjálfun brautskrást Bryndís Bolladóttir. Dagbjört Ósk Hreggviðsdóttir. Dagrún Lóa Einarsdóttir. Daniel Valur Jónsson. Elva Dröfn Adolfsdóttir. Ekki hér. Gauti Magnason. Halldóra Björgvinsdóttir. Helgi Már Magnússon. Ekki hér. Hjálmar Andrésson. Lilja Sól Viðarsdóttir. Líf Smáradóttir Frodell. María Vigdís Sánchez Brunete. Sofía Ólafsdóttir. Sóley María Steinarsdóttir. Sólrún Sæmundsdóttir. Sólveig Birta Eðsdóttir. Svanur Þór Vilhjálmsson. Vigdís Æsja Elisabethardóttir. Þórey Ólafsdóttir. Þuríður Erla Helgadóttir. Þuríður Erla. Með MS-gráðu í talmeinafræði brautskrást Ásta Jóhanna Harðardóttir. Berglind Jónsdóttir. Ekki hér. Birgitta Kristín Bjarnadóttir. Björk Steinunn Bardal. Fanney Lára Guðmundsdóttir. Halla Jónsdóttir. Hulda Vigdísardóttir. Jóhanna Kristbjörg Helgadóttir. Kristín Helga Auðunsdóttir. María Rós Kristjánsdóttir. Rebekka Rán Magnúsdóttir. Sara Kristín Þorleifsdóttir. Selma Dögg Vigfúsdóttir. Svanfríður Guðmundsdóttir. Og Sívele Væsíte. Með kandídatspróf í læknisfræði brautskrást Andri Már Tómasson. Anna Sigríður Jóhannsdóttir. Anna Margrét Stefánsdóttir. Arnar Þór Sigtryggsson. Aðalheiður Erla Guðbrandsdóttir. Ekki hér. Arnheiður, afsakið. Auður Indriðadóttir. Ágústa Eyjólfsdóttir. Áslaug Haraldsdóttir. Vel gert. Ásthildur Rafnsdóttir.
Birta Rakel Óskarsdóttir, Bjarki Leó Snorrason, Dagur Tjörfi Arnarsson, Egill Ívarsson, Elín María Árnadóttir, Elín Perla Stefánsdóttir, Elisabeth Mjöll Guðjónsdóttir, Eygló Helga Haraldsdóttir, Fahima Líf Kúrisevits, Hafdís Erla Gunnarsdóttir, ekki hér, Hákon Elliði Arnarsson, Helga Sif Guðmundsdóttir, Hildur Gyða Gretarsdóttir, Hilma Jakobsdóttir, Hólmfríður Í Steinþórsdóttir, Ingibjörg Sóley Einarsdóttir, Íris Brynja Helgadóttir, Íris Arna Tómasdóttir, Jakob Þórir Hansen, Jökull Sindri Gunnarsson Breiðfjörð, Katla Björg Jónsdóttir. Katla Rut Róbertsdóttir Klúvers, Katrín Þóra Hermannsdóttir, Katrín Holmgrímsdóttir, Kári Ingason, Kjartan Þóri Kristjánsson, Kristín Fjóla Jónsdóttir, Kristján Berg Guðmundsson, Kristján Harðarsson, Margrét Olsen, Ólafur Sanchez, Sigríður Björg Helgadóttir, Sigríður Kristjánsdóttir, Sigrún Ágústsdóttir, Sigurður Sölvi Sigurðarsson, Sonja Kjernan, Sunneva Raunsdóttir, Svava H. Jóhannesen, Trausti Jónsson, Urður Helga Gísladóttir, Viktor Ásbjörnsson, Þorri Geir Rúnarsson, Þóra Lucrezia Betaljó, Þuríður Rut Þuríðardóttir. Með BS-gráðu í geislafræði brautskrást Andrea Dögg Arnsteinsdóttir, Hulda Margrét Gunnarsdóttir, Jóhanna Júlía Valsdóttir, Kolbrún Rósa Gunnarsdóttir, Laufey Lóa Brynjarsdóttir, Lilja Björk Ómarsdóttir, Stefanía Sigurþórsdóttir, Thelma Rut Davíðsdóttir, ekki hér, Þrúður Kristrún Hallgrímsdóttir og Viðja Ágústsdóttir. Með BS-gráðu í lífeindafræði brautskrást Ásta Kamila Sigurðardóttir, Berglind Jónsdóttir, Birta Björnsdóttir, Gíja Ómarsdóttir, Greta Kristín Sveinbjörnsdóttir, Hildur Ísleifsdóttir, Ivana Milutinovic, Kamila Miss Leifsdóttir, Katrín Erla Kjartansdóttir, Núr María Nasser, Olga Mansúr, Regína Rós Ellertsdóttir, Sandra Dögg Kristjánsdóttir, Sóley Björk Hauksdóttir, Sóley Dögg Sigmarsdóttir, Sóley María Þórisdóttir, Þórunn Björk Unnar Sigurðardóttir og Tinna Ósk Þorsteinsdóttir. Með BS-gráðu í læknisfræði brautskrást Agnes Sigurðardóttir, Andri Þór Sigþórsson, Andri Már Valdimarsson, Anína
Marín Thorstensen, Anna Sigríður Arnarsdóttir, Atli Þór Jónsson, Auðbjörg Erla Karlsdóttir, Auður Valdimarsdóttir, Árni Tuan Wong Lee, Ásta Rakel Birgisdóttir, Birna Hrólfsdóttir, ekki hér, Birta Hlín Birgisdóttir, Bjartur Thorlacius, ekki hér, Björn Dúi Ómarsson, Einar Ernir Magnússon, Elín Lóa Baldursdóttir, Elín Halldóra Erlendsdóttir, Elín Ragnhildur Ragnarsdóttir, Elín Lilja Sindradóttir, Elisabeth Sara Gísladóttir, Embla Sif Pálmadóttir, Freyja Stefánsdóttir, Guðbjartur Árni Björnsson, Harpa Dís Hákonardóttir, Hekla Hákonardóttir, Hekla Dís Kristinsdóttir, Helga Sólveig Ómarsdóttir, Hrafnkatla Dalmann Ívarsdóttir, Ingi Hrafn Guðbrandsson, Ingibjörg Ragna Pálmadóttir, Ína Guðrún Gísladóttir, Íris Margrét Sturludóttir, Ísabel Arnardóttir, Ísabella Sól Gunnarsdóttir, Karl Oddur Andrason, Katrín Birna Jónsdóttir, Kári Kristján Bjarkarsson, Klara Margrét Ívarsdóttir, Kristín Diljá Karlsdóttir, Kristín Jóna Kristjónsdóttir, Kristín Anna Smári, Kristján Daði Róbertsson, Laufey Kristín Lárusdóttir, Margrét Íris Sigurjónsdóttir, Perla Karin Gunnarsdóttir, Sara Antonía Magneuðdóttir Wittebrod, Sigrún Meng Ólafardóttir, Sóley Brattberg Gunnarsdóttir, Sólveig Rósa Hugadóttir, Steinþór Snær Halldónarsson, Tómas Andri Ólafsson, Tómas Helgi Snorrason, Tryggvi Ásmundur Brím, Unnur Guðmundsdóttir, Unnur María Ingvarsdóttir, Urður Mattíasdóttir og Þórunn Anna Guðbjartsdóttir. Með B-skráðu í sjúkraþjálfunarfræði brautskrást Aðalheiður Valgerður Steingrímsdóttir, Alexandra Arnarsdóttir, Arnar Máni Ingimundarsson, Árni Fannar Friðriksson, Árni Olsen Jóhannesson, Árni Snær Sigurjónsson, Ása Kristín Valdimarsdóttir, Bergvin Fannar Helgason, Breki Þór Sveinsson, Einar Örn Sigurðsson, Eiríkur Friðjón Kjartansson, Guðbjörg Eva Þorleifsdóttir, Guðný Vala Björgvinsdóttir, Gunnar Breki Gíslason, Haukur Páll Hallgrímsson, Heiðar Óli Guðmundsson, Helga Sveinsdóttir, Hildur Hrönn Sigmarsdóttir, Hrafnkell Másson Mokk, Ingibjörg Sól Guðmundsdóttir, Íris Þóra Sverrisdóttir, Jakobína Hjörvarsdóttir, Kári Gunnarsson, Lára Hlín Svavarsdóttir, Margrét Mist Sigurgeirsdóttir, María Rut Davíðsdóttir, Mía Sófí Kolí, Ragnhildur Lára Vignisdóttir, Rakel Marín Jónsdóttir,
Rósey Björgvinsdóttir, Sara Kristín Víðisdóttir, Sunna Mói Ásmundsdóttir og Tinna Marín K. Nordal. Þá lokið brautskráningu kandidata frá læknadeild. Næst mun Ólafur Ögmundarsson, forseti matvæla- og næringafræðideildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-gráðu í iðnaðarlíftækni brautskráist í Dóróenjin Filip Markus. Með MS-gráðu í umhverfis- og auðlindafræði brautskráist Tarika Silveira Z. Oliveira. Með MS-gráðu í næringafræði brautskrást Bergþóra Lísa Björnsdóttir og Kristín Una Hólmarsdóttir. Með BS-gráðu í matvælafræði brautskrást Árni Dagur Andrésson, Björg Sigurgeirsdóttir, Jóhann Arnór Elíasson, Snædís María Björg Bastó. Með BS-gráðu í næringafræði brautskrást Birkir Arnarsson, Daniel Garðar Sigurðarsson, ekki hér, Embla Rún Skarphéðinsdóttir, Guðný Lára Bjarnadóttir, Guðrún Þóra Geirsdóttir, Hilmar Jón Úlfarsson, Ingibjörg Aþena Magnúsdóttir, Kolfinna Kristinsdóttir og Pála Gatsjarska. Sóley Úa Pálsdóttir, Steinunn Þórðardóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá matvæla- og næringafræði. Næst mun Heiða María Sigurðardóttir, forseti sálfræðideildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-gráðu í hagnýtri atferlisgreiningu brautskráist Senja Katrín González Muñoz. Með MS-gráðu í hagnýtri sálfræði brautskrást Anna Kristín Birgisdóttir Jakobsen, Ardís Lund, Arnór Ingi Egilsson, Bára Guðmundsdóttir, Birta Dís Lárusdóttir, Erna Mýrdal Gunnarsdóttir, Fjóla Ósk Guðmannsdóttir, Gísli Guðnason, Guðrún Þorláksdóttir, Harpa Þöll Eiríksdóttir, Hlynur Þór Gunnarsson, Ingunn Rós Kristjánsdóttir, Jara Birna Þorkelsdóttir, Jósúa Gabriel Davíðsson, Judith Lúcia Bischoff, Kolbrún Kara Þorsteinsdóttir, Kristján Bjarni Jóhannsson, María Kristín Árnadóttir, María Einarsdóttir, Sigrún Amína Vóne, Sóley Berg Viktorsdóttir, Tinna Rún Rúnarsdóttir, Viktor Snær Rúnarsson, Þórður Sigurgeirsson. Með MS-gráðu í sálfræði brautskráist Björk Vantsítrú Reynisdóttir. Með BS-gráðu í sálfræði brautskrást Alda Líf Guðmundardóttir, Anastasia Kás Silína, Alexander Guðmundsson, Anna Birna Kjartansdóttir, Arna Björg Reynisdóttir, Arnaldur Máni Magnússon,
Ásdís Lóa Jónsdóttir, Auður Hinriksdóttir, Bryndís Ýr Sigurþórsdóttir, Brynjólfur Sindri O'Shea, Eir Lilja Danielsdóttir, Elín Rósa Magnúsdóttir, Elísa Þórhildur Kristgeirsdóttir, Elísa Nína Luengas Resconia, Elisabeth Alda Georgsdóttir, Elísa María Helgadóttir, Embla Dís Ásgeirsdóttir, Embla Rán Andradóttir, Embla Ýr Guðmundsdóttir, Emilía Björk Sigurþórsdóttir, Eva Hjálmarsdóttir, Eva María Baldursdóttir Ísberg, Eydís Inga Einarsdóttir, Eydís Ósk Haraldsdóttir, Folda Guðlaugsdóttir, Garpur Orri Bergs, Guðbjörg Tómasdóttir, Guðbjört Lind Ágústsdóttir, Guðmundur Páll Sigurþórsson og Guðmundur Sindri Hafliðason, ekki hér, Guðrún Jana Arnarsdóttir, Guðrún Þóra Björgvinsdóttir, Halldór Jón Sigurður Þórðarsson, ekki hér, Hanna Ósk Reykjalín Barkardóttir, Hildur Anna Valdimarsdóttir, Ingibjörg Dana Vignisdóttir, Inna Hallig, Íris Björk Aradóttir, Ísak Þorri Mæjer, Ísold Anna Garðarsdóttir, Kristín Helga Ágústsdóttir, Lavand Ari Taha Karim, Lára Róbertsdóttir, Lýdía Nína Bogadóttir, Lýdía Hrönn Aðalsteinsdóttir, nei ekki hér, Máni Björnsson, Ragnheiður Bjarnadóttir, ekki hér, Rakel Sif Alfreðsdóttir, Rakel Rós Hákonardóttir, Rannveig Eyja Árnadóttir, Rannveig Birna Hafsteinsdóttir, Sif Guðmundsdóttir, Signý Ólöf Stefánsdóttir, Sigríður Anna Dan Helgudóttir, Sigurdís B. Guðbrandsdóttir, Silja Sól Orradóttir, Sóldís Lilja Árnadóttir, Sólveig Svala Hannesdóttir, Stefanía Másdóttir, Sunneva Lind Ólafsdóttir, Una Stefánsdóttir, Vilhelm Bjarki Viðarsson, Þorbjörg Jónasdóttir og Þorbjörg Edda Valdimarsdóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá sálfræðideild. Næst mun Bjarni Elvar Pétursson, forseti tannlæknadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS gráðu í tannlæknavísindum brautskráist Brynja Gunnarsdóttir. Með kandídatspróf í tannlæknisfræði brautskrást Andrea Alda Björnsdóttir. Guðrún Þórdís Edvardsdóttir. Guðrún Björk Garðarsdóttir, Ragnheiður Karlsdóttir, Sandra Rún Sigurðardóttir, Stefanía Þórhildur Hauksdóttir og Sveinn Aron Ævarsson.
Með BS-gráðu í tannsmíði brautskrást Eygerður Sunna Arnardóttir, Hanna Rakel T.H. Barker, Hjördís Harðardóttir, Ragnhildur Rós Kristjánsdóttir og Signý Magnúsdóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá tannlæknadeild og þar með frá öllum deildum heilbrigðisvísindasviðs. Næst mun Ólöf Garðarsdóttir, forseti hugvísindasviðs, stýra brautskráningu kandidata frá deildum fræðasviðsins. Komið sæl, innilega til hamingju með daginn. Að þessu sinni brautskrást 410 kandidatar frá öllum 4 deildum hugvísindasviðs. Fyrst mun Sverrir Jakobsson, forseti deildar heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði, afhenda prófskírteini. Með MA-prófi í hagnýtri menningarmiðlun brautskrást Jóhanna Björk Benediktsdóttir og Sigrún Guðmundsdóttir. Með MA-prófi í heimspeki brautskrást Sehevon Voho, ekki hér, Magnea Rut Gunnarsdóttir og Susanna Elvíra Korbak. Með MA-prófi í menningarmiðlun brautskrást Flóki Larsen, Harpa Rut Hilmarsdóttir og Hera Guðmundsdóttir. Með MA-prófi í miðaldafræði brautskráist Ástór Loki Rúnarsson og með MA-prófi í sögulegri fornleifafræði brautskráist Svanhild Ylva Katrína Roloff Leifsdóttir. Með MT-prófi í sögukennslu brautskráist Sigurjón Grímsson og með BA-prófi í fornleifafræði brautskrást Andrea Margrétardóttir Jónsdóttir, Björn Guðvi Guðjónsson, Eir Önnu Ólafsbur, Eydís Eir Víðisdóttir, Helena María Ægisdóttir, Hugi Hraunfjörð Ómarsson, Jóhanna Steindórsdóttir, Sóley Alexandra Baher Jónsdóttir. Með BA-prófi í heimspeki brautskrást Alexander Karlsson, Ágúst Níls Einarsson Strand, Guðni Hávarður Guðnason, Ísleifur Arnórsson, Jóhannes Árni Haraldsson, Snorri Már Vagnsson, Tómas Óli Kristínarsson Magnússon. Með BA-prófi í sagnfræði brautskrást Agnar Tómas Möller, Andrea Örvarsdóttir, Arnar Hákon Hákonarsson, Arnar Freyr Sigurðarsson, Ágúst Hrafn Angantýsson, Dagný Guðmundsdóttir, Hinrik Ari Laufdal Ingólfsson, Hringur E. Hafstein, Jenny María Jóhannsdóttir, Jón Arnar Halldórsson, Karin Sigríður Úlfsdóttir, Kristín Birta Bjarkadóttir og Sunna Dís Helgadóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá deild heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði. Og næst mun Arnfríður Guðmundsdóttir, forseti Guðfræði og trúarbragðafræðadeildinni, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MA-prófi í djáknafræði brautskrást Harpa Rós Björgvinsdóttir og Sólveig Katrín Jónsdóttir. Með MAG-TEOL-próf í guðfræði brautskráist Sólveig Franklinsdóttir. Með BA-prófi í guðfræði brautskrást Guðni Halldórsson. Ert þú Hugrún? Guðni ekki hérna. Hugrún Birta Kristjánsdóttir.
Og þá lokið brautskráningu frá Guðfræði- og trúarbragðafræðideild. Næst mun Gauti Kristmannsson, forseti Íslensku menningardeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MA-próf í almennri bókmenntafræði brautskráist Ragnar Ágúst Nathanielsson og með MA-próf í annarsmálsfræðum brautskráist Helga Jónsdóttir. Með MA-próf í hagnýtri ritstjórn og útgáfu brautskráist Anna Margrét Bragadóttir. Með MA-próf í íslensku miðaldafræðum brautskráist Devon Ray Barnhill. Með MA-próf í íslenskum fræðum brautskráist Auður Símsen. Með MA-próf í kvikmyndafræði brautskráist Börkur Gunnarsson, hann ekki hér. Með MA-próf í listfræði brautskráist Agnes Eir Jóhannsdóttir. Hreinn Hákonarsson og Vigdís Rún Jónsdóttir. Með MA-próf í máltækni brautskráist Reynir Gunnarsson. Með MA-próf í menningafræði brautskráist Bergrún Andradóttir. Með MA-próf í norrænum víkinga- og miðaldafræðum brautskráist Darja Kubarska og Viktoría Duvina. Hún ekki hér. Með MA-próf í ritlist brautskráist Áslaug Ýr Hjartardóttir. Bjargey Ólafsdóttir. Daniel Guðmundur Danielsson. Fríða Þorkelsdóttir, hún ekki hér. Jóhannes Árnason og Sara Dögg Ásgeirsdóttir. Með BA-próf í almennri bókmenntafræði brautskráist Amanda Líf Friðsdóttir. Atlas Hrói Hafdísarsson. Birna Pétursdóttir. Elísa Rún Svansdóttir. Elísabet Tea Kristjánsdóttir. Fanney Björk Guðmundsdóttir. Guðbjörg Ásta Stefánsdóttir. Guðrún Ágústa Gunnarsdóttir. Sonja Karolína Duarte. Tea Snæfríður Kristjánsdóttir. Og með BA-próf í almennum málvísindum brautskráist Agnes Brá Jónsdóttir. Hugrún Ylva Ágústsdóttir. Lena Atkins og Teresa Nokun Steingrímsdóttir. Og með BA-próf í íslensku brautskráist Erna Sigurlilja Ólafsdóttir. Ert þú Ragnar, segirðu? Hvað heitirðu? Erna fór undan, ok. Ok. Guðný Ósk Maríasdóttir. Ingunn Garðarsdóttir. Ísabella Ýr Héðinsdóttir. Jósef Ingi Jóhannesson. Katrín Día Gunnlaugsdóttir. Sóley Bjarnadóttir og Telma Karen Siggersdóttir. Og með BA-próf í íslensku sem öðru máli brautskráist Alana Maitrafonova, Aneta Marsena Markovska, Anne Malina Hannemann, Beane Eiven Mikol, Danilo Volokintin, Diana Carolina Ruiz Castro, Diara Nasirova,
Erandi Estrada Barbosa, Ilona Maria Sanovosko og Justina Sofía Zasman og Klara Sibilova. Já, það eru fleiri hérna, fyrirgefið því. Laure-Hélène Dudley, Marcel Tomáš Jastrebský, Maron Boyker, Paula Luisa Krieg, Rick van Staden, Shirley Patricia Galeo Díaz, Svetlana Vasiljova Stojanovska, Zena Pucik og Sitong Lee. Með BA-próf í kvikmyndafræði brautskrást Baldur Orri Brynjólfsson, Brynja Björnsdóttir, Hrafnhildur Gyða Andradóttir, Katla Marín Þormarsdóttir og Þráinn Þórhallsson. Með BA-próf í listfræði brautskrást Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, Lína Rut Árnadóttir, Lovísa Björk Skaftadóttir McClure og Sólrún Ósk Pálsdóttir. Með BA-próf í táknmálsfræði brautskráist Jan Wing Shannon Lee. Þá lokið brautskráningu kandidata frá Íslensku menningadeild. Næst mun Þórhallur Eyþórsson, varadeildarforseti mála- og menningardeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MA-próf í bókmenntum og menningu brautskrást Andrea Lynn Hogsett og Marian Maran. Með MA-próf í ensku brautskráist Andrea Dögg Gylfadóttir. Með MA-próf í ensku kennslu brautskráist Hrafnhildur Ósk Sigurðardóttir. Með MA-próf í spænsku brautskráist Jelena Varela Piña. Með MA-próf í spænskukennslu brautskráist Helena Maria Cuanto Armillo. Með NT-próf í tungumálakennslu brautskráist Halldóra Björk Guðmundsdóttir og Vigdís Valgerður Einarsdóttir. Með BA-próf í dönsku brautskráist Berglind Ellen Pernille Pedersen. Hún er hér. Með BA-próf í ensku brautskrást Aishwarya Sudhir, Alexandra Petra Kristoffersdóttir, Annika Lea Durr, Elisabeth Anna Ómarsdóttir, Erna Ríkarsdóttir, Gulic Chuater, Joasen Terante Godillo, Joshua Aidoy Makinte, Christine Joy Arceo Dolfo, Shenya Hartmae, Maria Huld Ingibergsdóttir, Mir Yehel Argies, Randi Kitoras Obas, Siavash Ashyatanei, Sigurður Tumi Jónsson, Sæmundur Tóki Jónsson, Tómas Komaskjó. Og með BA-próf í ítölsku brautskráist Stefán Þór Sigurðsson. Með BA-próf í japansku máli og menningu brautskráist Árni Valur Þorsteinsson, Bjarki Már Ólafsson og Elvar Pér Kjartansson. Með BA-próf í klassískum málum brautskráist Ásgerður Ósk Ásgeirsdóttir. Með BA-próf í rússnesku brautskráist Einar Geir Jónasson.
og með BA-próf í spænsku brautskráist María Malvasa. Með BA-próf í þýsku brautskrást Lovísa Halldórsdóttir og Sigtryggur Daði Rúnarsson. Og þar með lokið brautskráningu kandidata frá mál- og menningadeild. Og þar með frá öllum 4 deildum hugvísindasviðs. Þar með lokið brautskráningu kandidata. Hjartanlega til hamingju með þennan þýðingarmikla áfanga. Við skulum gefa þessum myndarlega hópi gott klapp. Góði gestir, nú komið að kveðju kandidata og mun Judith Lucia Bischoff ávarpa samkomuna fyrir hönd kandidata. Gjörðu svo vel. Kæru kandidatar, rektor, starfsfólk Háskóla Íslands og aðri góði gesti. Innilega til hamingju með daginn. Ég afskaplega glöð að fá að fagna með ykkur hér í dag og ég virkilega hrærð yfir því að ég var beðin að fara með þakkaorð fyrir hönd okkar kandidata. Ég, útlendingurinn, þvílíkur heiður og smá pressa. En kannski það samt táknrænt fyrir þetta fjölbreytta, alþjóðlega samfélag sem Háskóli Íslands og sýnir að þó að við séum mörg með ólíkan bakgrunn, menningu og móðumál, þá erum við samt sameinuð í okkar leit að þekkingu og menntun. Já, það margt mismunandi milli landa. Í Þýskalandi til dæmis þarf allt að gerast í réttri röð. Ordnung muss sein. Mennta sig, svo vinna, þá kaupa sig hús og eftir það giftast og eignast börn. Hér á Íslandi má alveg blanda þessum liðum. Skiptir engu, þetta reddast bara. Nám eftir fertugt, geggjað, go for it. Börn beint eftir framhaldsskóla, því ekki það. Það hægt að skrá sig í nám þegar krakkarnir eru farin að heiman eftir bakpoka heimsreisuna, þar að segja. Ég elska þetta viðhorf. Því nám þekkir engin aldurstakmörk og það engin réttu tími til að fara í nám. Það alltaf réttu tími. Ég hef svolítið gaman að því að hugsa það hvernig námið á Íslandi var í gamla daga, sérstaklega í sveitum landsins. Það sem kennari ferðaðist milli bæja og dvaldi viku og viku á hverjum stað. Húslestrar, lærdómur yfir flöktandi kertaljósi, það var skólagangan og áframhaldandi nám alls ekki sjálfsagt heldur forréttindi. Það fyllir mig þakklæti og aðdáun að hugsa til allra þeirra frá löngu liðnum tíma þangað til dagsins í dag sem hafa rutt veginn og gert okkur kleift að stunda það nám sem við erum að útskrifast úr núna. Heila kynslóðir af kennurunum. Fólk sem hefur helgað ævistarf sitt því að berjast fyrir jöfnum aðgang að menntun. Allt fólkið í gegnum áratugina sem lagði hönd á plóg til að byggja upp það háskólasamfélag sem við tökum sem sjálfsagðan hlut í dag. Takk þið öll forfeður skólans, án ykkar værum við ekki hér. Og takk elsku starfsfólk Háskóla Íslands í dag, þið eru nýjasti lekkurinn í þessa mikilvægu keðju. Núna erum við að útskrifast og erum ekki lengur þær sömu manneskjur sem við vorum við innritun. Námið hefur mótað okkur og hver og einn hefur átt sinn bardaga, oft ósýnilegan okkar hinum.
Og þessi bardaga eru jafn margir og við erum mörg hér í dag. Kannski hefur einhver þurft að takast á við kvíðaköst á hverjum einasti degi skólans. Kannski hefur einhver mist ástvin á námstíma eða eignast barn og þurft að komast í gegnum daginn á 3 tíma svefni. Við vitum það ekki. En við vitum að hver og einn sem situr hér í dag hefur sigrað sinn bardaga, heldur á skírteininu sínu þrátt fyrir allt. Og þó að ég þekki ekki nema brot af öllum kandídatum hér, þá langar mig að heiðra þetta afrek hvers og eins og ég samgleðst ykkur öllum innilega. Nú höfum við verið að drekka í okkur þekkingu síðustu ár og þá tekur við nýr kafli. Nýr kafli þar sem við vekjum alla þessa þekkingu til lífs. Því þekking er ekkert nema þekking, þangað til við látum hana verða að ákvörðunum, breyttum samskiptum og nýjum hugmyndum. Það er þessi lifandi þekking sem á eftir að móta framtíðina. Jæja, þetta er að verða smá væmið. En ég er virkilega meir í dag, því þetta eru stór tímamót í mínu lífi og lífi okkar allra. Og ég hafði svolítið gaman að því að fá að tala loksins frá hjartanu aftur, eftir öll þessi þurru vísindaskrif síðustu árin. Ég ætla ekki að segja mikið meira í dag, nema þetta. Höldum nú út í lífið, förum ótróðna slóðir, þökkum fyrir það gamla og fögnum öllu því nýja og njótum hvers augnabliks. Takk fyrir mig. Við þökkum Judith Luciu Bischoff kærlega fyrir kveðjur kandidata. Góði gestir, nú tekum við tónlistarflutningur. Háskólakórinn flytur okkur 3 lög undir stjórn Gunnsteins Ólafssonar. Háskólakórinn, gjörið svo vel. Það er hún fögur
sem svífur þarna Suðurtjarnarbakka til samfundar við ungan mann sem byrður eitt hjá hlunum sunar jakka hjá björgunum við hljómskála og það er stúm og það er stúlka öðrum leik það er hún fröken Reykjavík sem svífur þarna Suðurtjarnarbakka til samfundar við ungan mann sem byrður eitt hjá björgunum við hljómskála. Það var barn í dalnum sem datt ofan í gat, en það fyrir neðan og kindin, en það fyrir neðan og kindin satt. Það var barn í dalnum, það var barn í dalnum, það var barn í dalnum sem datt ofan í gat, en það fyrir neðan og kindin, en það fyrir neðan og kindin satt. Það var barn sem datt ofan í gat. Sem datt ofan í gat, enda fyrir neðan og kindin, enda fyrir neðan og kindin satt. Enda fyrir neðan, enda fyrir neðan, enda fyrir neðan, enda fyrir natt. Ofan í gat, enda fyrir neðan og kindin, enda fyrir neðan og kindin. Oh, kindin satt, oh, kindin satt, oh, kindin satt, oh, kindin satt, oh, kindin, oh, kindin, oh, kindin, oh, kindin, oh, kindin, oh, kindin. Það var barn í dalnum sem datt ofan í gat, en það fyrir neðan, oh, kindin satt. Góðir gestir, gjöra svo vel að rísa á sætum og takið undir með kórnum í laginu Ísland, ögrum skorið. Ísland, ögrum skorið, vil nefna þig sem á brjóstum borið og blessað hefur mig. Fyrir skuggann skaparans, vertu blessað, blessi þig, blessa nafnið hans. Ísland, ögrum skorið, vil nefna þig sem á brjóstum borið og blessað hefur mig. Sem á brjóstum borið og blessað hefur mig. Við þökkum háskólakórnum fyrir fallegan flutning. Góði gestir, þá er komið að lokum þessarar hátíðar. Að endingum vil ég óska ykkur öllum sem brautskráðust hér í dag, fjölskyldum ykkar og vinum innilega til hamingju með áfangan. Njótið dagsins, njótið lífsins og njótið allrar farsældar í framtíðinni. Þar með segi ég þessari brautskráningar athöfn lokið. En ég vil biðja ykkur að halda kyrru fyrir í sætunum þar til rektor og fylgdarlið hafa gengið úr salnum.
Þá vek ég athygli á því að eftir skamma stund hefst seinni brauðskráningarathöfn dagsins og því er brýnt að tæma húsið rösklega áður en næstu gestir koma.